gerist áskrifendur á samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu. Komið sæl og blessuð, velkomin í reynslu boltana. Þá fáum við fólk sem að, er reynt í greiningum og störfum og getur talað miklu leyti frjálst. Stundum erum við hér með eftirlaunaþega, þeir geta látið allt flakka. Ísland er þannig að það er fyrst þegar við förum á eftirlaun sem við þorum að opna munninn, segja sumir. En engir veifiskattar hér við borðið að þessu sinni. Páll Ásgeir Ásgeirsson, vertu velkominn. Steingerður Steinarsdóttir og Ólafur Arnarsson, þið eruð öll blaðamenn og ég er blaðamaður, þannig að hér munu 4 blaðamenn ræða málin næstu 50 mínútur eða svo. Og ég ætla að byrja á því sem haft er eftir Guðrúnu Hafsteinsdóttur, formanni Sjálfstæðisflokksins. Hún segir gæludýr á Íslandi fá betri og hraðari þjónustu en börn. Með því þetta er í dagmálum Morgunblaðsins, hún er svona kannski að senda einhverja pillu inn í forgangsmál ríkisstjórnarinnar, gæludýra frumvarp Ingu Sæland í gær. Það blæs Sjálfstæðisflokkinn, það blæs Guðrúnu. Hvernig svona metiði stöðu Sjálfstæðisflokksins og hvernig er fyrir ykkur að fylgjast með til dæmis þeim traustmælingum og fylgismælingum einstakra stjórnmálamanna sem við fengum niðurstöður hjá Maskínu í vikunni. Byrjum að þér, Páll. Fyrst vil ég segja það að stjórnmálaleiðtogi sem er á höttunum eftir fylgi frá gæludýrum, hann hefur hvað ég má segja, hann á kannski ekki vonum fylgi annars staðar. Það er undan fyrir sig rétt að það er tímabært að breyta lögum gæludýr. Af því að Íslendingar hafa lengi haft alveg sérkennilega fjandsamlega afstöðu í garð gæludýra yfirleitt og sérstaklega hunda. Hvort að þetta verður þessi breyting sem að þýðir það að það þarf ekki lengur leyfi sambýlinga í fjölbýli til þess að halda gæludýr, hvort að þetta verður til þess að auka friðinn í húsfélögum, það efast ég en ég er samt fagna frelsinu af því að ég stend með því frekar en ófrelsinu. Það er kannski aðeins til í þessu að við höfum verið að horfa á mikinn vanda barna með fíknivanda og svoleiðis að mann finnst svona stundum að við séum ekki alveg að veita. Það er hins vegar mjög ósmekklegt af Guðrúnu að bera þetta tvennt saman. Það er ekki undir. Já, ég er alveg sammála því og það var nú löngun sagt Breta að þeir væri betri við hunda heldur en börnin sín. Og ég veit nú ekki alveg hvort að það er rétt. Þá var fólk að vitna í það að Bretar sendu gjarnan börnin sín á þessa fínu heimavistaskóla og væri kannski svona frekar svona tilfinningarlega hlédrægir en það er bara svolítið undarlegt að taka þetta tvennt. Ég er svo sammála að þetta er svolítið skrítið vegna þess að auðvitað geta gæludýr fengið forgang því að við borgum sjálf gæludýr eigendur fyrir okkar dýr og við höfum venjulega þá mjög greiðan aðgang að dýralæknum en það borgum við fullt verð. En við erum auðvitað með heilbrigðiskerfi og félagslegt kerfi sem er að reyna að þjónusta mjög marga og það er alveg rétt að börn hafa kannski verið út undan en við erum líka að horfa kannski á rosalega vaxandi vanda meðal ungmenna. Við finnst að kvíði hafi aukist mjög mikið nú og fíknivandi ungmenna er að aukast rosalega mikið frá því sem var og það er bara held ég alltaf að kerfi þurfa ákveðin tíma til þess að bregðast við. Ólafur, hún er að senda Guðrún svona pillu forgangsröðun mála hjá ríkisstjórninni Guðrún með þessum samanburði. Þetta gengur ekkert allt og vel hjá forystufólki Sjálfstæðisflokksins að svona ná eyrum þjóðarinnar og hvað þetta er á það hjá þeim? Varst þú ekki einu sinni alveg grjótarður Sjálfstæðismaður eða? Jú, ég var framkvæmdastjóri þingflokks Sjálfstæðismanna. Nákvæmlega. Mér finnst Sjálfstæðisflokkurinn hafa vilst dálítið af leið og það er fyrir margt löngu og mér sýnist ekki vera neinn merki þess að flokkurinn sé að ná utanum hvert vandamál hans er. Það er voða gaman og fyndið að hlusta á forystumenn Sjálfstæðisflokksins koma núna og belgja sig út
berja sér á brjóst og tala sjálfstæðisstefnuna sem sé svo góð og það sé bara eitthvað að í þessu landi og því að fólk kjósi ekki þennan flokk með þessa fínu stefnu og þessi fínu grunngildi en fólki hefur bara hort á hvað flokkurinn gerir þegar hann í ríkisstjórn og það það sem að fælir kjósendur frá sjálfstæðisflokknum og það er gott að blessa það gagnrýna. Ég tek undir það er alvarlegt ástand til dæmis hvað var það fíkni vanda ungs fólks en það er ekkit vandamál sem varð til hér 30. nóvember í fyrra eftir kosningar. Þetta búið að vera í mörg ár og þessi ríkisstjórn hún hefur Viðreisn til dæmis setti geðheilsumál mjög í forgrunn í kosningabaráttunni og stjórnin ekki búin að sitja í heilt ár. Drjúgur hluti af þessu ári fór í málþóf og tafaleiki hjá stjórnarandstöðunni vegna þess að það þurfti að standa vörð gjafakvótann til sægreifana. Þannig að ég segi við skulum bara anda með nefinu og fylgjast með. Ég hef trú á því að þessi mál sem brenna á fólki, þau brenna á, það er væntanlega varla til það heimili í landinu sem hefur ekki einhvern snertiflöt við þennan fíknivanda sem að því miður allt of mikill. Ég hef trú á því að þessi ríkisstjórn muni leggja sig fram að taka á þessum vanda. En þetta er eins og olíutankskip, þú snýr því eitt við á punktinum. Nei. Tengt aðeins svona tiltrú landsmanna til oddvita stjórnmálaflokkana þá ætla ég að vitna hérna í nýja færslu sem ég sé að ritstjóri samstöðurinnar Gunnar Smári Egilsson hefur sett á Facebook núna. Hann er búinn að missa röddina, þannig að hann getur ekki verið í vinnunni, en hann hefur rödd á Facebook, þannig að hann er eitthvað að bralla þar. Hann er lasinn, En hann segir með því að fella niðurstöðu maskinu afstöðu almennings til formanna stjórnmálaflokkana inn í lista yfir afstöðu kjósenda til ýmissa leiðtoga sem í fréttum sést hver góð staða Kristrúnar og Þorgerðar Katrínar og í hversu ömurlegri stöðu formenn stjórnarandstöðuflokkana eru. Og hann er búinn að reikna sem sagt saman öll svör í svona viðhorfskönnunum, alltaf neikvæð og alltaf jákvæða, teflir því saman og svo sem á toppnum í heiminum, segir hann, Narendra Modi, forsætisráðherra Indlands með +50, en Kristrún Frostadóttir, formaður Samfylkingarinnar, í öðru sæti með +38 og Þorgerður Katrín með +13. Svo þegar maður fikrar sér niður listan, hann með þessi nöfn hérna Donald Trump, forseti Bandaríkjanna -14, þetta mjög skemmtileg samantekt hjá honum, en þegar maður fikrar sér niður og leitar að Íslendingum, þá Inga Sæland með -23, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson -40, Sigurður Ingi Jóhannsson, formaður Framsóknarflokksins -46 og Guðrún Hafsteinsdóttir, formaður Sjálfstæðisflokksins á botninum með -47. Þú varst að koma frá Indlandi, en ekki? Já. Og fannstu eitthvað fyrir þessum vinsældum? Ég hitti engan sem að var ekki, ég held ég hef ekki hitt neitt í stjórnarandstöðu. Nei, það er nefnilega. Það virtust flestir vera ánægðir en hins vegar þá þetta eitt og annað í indversku samfélagi sem að kallar á endurbætur og allt það, en þeir virðast vera ánægðir með þá ríkisstjórn sem þeir hafa og það lesið í blöðunum í dag og í gærum hraðan vöxt í indverskum hagkerfum og þess aftar. En ef við horfum á Ísland og Ólafur var að velta því fyrir sér tala slaka stöðu Sjálfstæðisflokksins, þá sennilega fáinn hlutir sem rétt að hafa í huga að Sjálfstæðisflokkurinn nýkomin út úr kosningum til formanns sem að fóru nokkurn veginn 50-50. Þetta svona Brexit ástand. Það er að segja að það voru báðir þeir sem að töpuðu kosningunum, þeir voru svo nálægt sigri, þeir eru svo langt frá því að vera búin að jafna sig. Þess vegna eru öll félög sem gangi gegnum þetta, hvort sem það eru húsfélög eða stjórnmálaflokkar, þau eru hálflöskuð mjög lengi á eftir. Þess vegna það mjög farsælt í öllum félögum ef það er hægt að komast hjá því að kjósa. Það er best ef að formaður bara klappaður upp. Það er langt best fyrir félagið. Og fyrir þetta geldur Guðrún auðvitað hluta til og svo náttúrulega
líka það að sennilega völdu sjálfstæðismenn ekki rétt, þeir völdu ekki framtíðina í þessu formannsvali, heldur fortíðina, sem ég held að sé svolítið að koma í ljós. Það hefði gengið betur með Áslaugu Örnu í brúnni. Ég held það. Þetta sagt með því fororði að öfugt við Ólafa, þá hef ég aldrei, þó ég hafi sýnt að mér alveg fordæma lítið pólitískt lauslæti í gegnum árin, þá hef ég aldrei kosið Sjálfstæðisflokkinn og vonast að ég komist í gegnum pólitískt virkni tímabil lífsmíns á þess að gera það. En það líka annað sem að maður sér svolítið að núna í haust er stjórnarandstaðan, ekki bara sjálfstæðismenn, að fá reikningin fyrir framferði sitt í sumar vegna þess að þetta málþófsævintýra í þingin í sumar, það risti miklu dýpra heldur en menn sáu í fljótu bragði. Í hita leiksins þá töldu þessi sennilega að vera að fella ríkisstjórnina að því að þeir myndu bara taka völdin en það er ekki þannig sem þetta gerist og þeir sem að halda að það að standa í stjórnarandstöðu sé einhvað sem að hefur einhverja raunverulega vigt, þeir geta alveg hort aftur í tíman og þá blasir það við þeim að ríkisstjórnir á Íslandi hafa alltaf tortímt sjálfur í sér. Þær hafa aldrei hrökklast frá völdum eða verið gerðan eina róttækar breytingar út af einhverju sem stjórnarandstaðan sagði eða gerði eða kom til leiðar eða kom í veg fyrir. Það eru kjósendur sem að ráða og þess vegna fá ríkisstjórnir reikningin á 4 ára fresti eða sjaldnar eftir atvikum. En það er stjórnarandstaðan, það er alveg sama hvaða stjórnarandstaðan það er og hefur verið. Þeir geta aldrei eignað sér neinn heiður af þeim breytingum sem verða í stjórnarháttum í Íslandi. Það er bara þannig. Og þetta geti verið hollt fyrir þá sem að nú sitja í stjórnarandstöðu að í rauninni bara anda djúpt og horfa inn á við og einbeita sér að því að byggja upp sín flokksbrot frá grunni og upp úr og vera ekki svo mikið, eins mikið eins og þeir hafa verið að þvælast fyrir störfum þingsins. Vegna þess að sagan segir okkur að það bakar þeim bara óvinsældir. Og þessi mæling á vinsældum, hún er eitt skýrasta dæmið þetta sem ég hef séð í mjög langan tíma. Já, margir bíða bara eftir því að Miðflokkurinn muni varanlega mælast stærri en Sjálfstæðisflokkurinn í framtíðinni. Þú þeirra skoðunar, Steingerður? Ég vona ekki. En mér er bara svo skynsamlegt þetta sem Páll Ásgeir var að segja. Ég er alveg bara eiginlega svolítið gapandi þetta mér finnst þetta svo góð greining. En ef að Miðflokkurinn verður stærri heldur en Sjálfstæðisflokkurinn þá held ég að af tvennu illu að þá séum við að velja verri kostin því að mér finnst svo margt að í málflutningi þeirra svo athugavert að ég ætti óskaplega erfitt með að sætta mig við það en auðvitað stefnir í það eins og núna eins og útlitið er núna að þeir verði stærri. Það gæti gerst. En hins vegar þá ætla ég að vona að það verði ekki varanleg niðurstaða því ég ætla að vona að fólk verði bara nægilega skynsamt til þess að sjá það bara til að mynda að við búum að miklu mannauði erlend vinnuafl sem hefur flust hingað fólk sem er að auðga íslenskt samfélag hefur blandast mjög vel og er komið til þess að vera nú og eins viðhorf allavega margra miðflokksmanna til kvenna og kvenréttinda það er eitthvað sem ég mun aldrei geta sætt mig við, bara aldrei. Nei. Hverju spáirðu þetta, Ólafur? Já, þetta er dálítið athyglisvert. Sjálfstæðisflokkurinn virðist hafa tekið meðvitað ákvörðun það að hann sé að berjast við miðflokkinn þetta hægra fylgi. Hann er ekki að horfa inn til miðjunar þar sem þorri kjósenda er. Og mér finnst, ég veit ekki af hverju það stafar. Mér finnst þetta ákveðin uppgjöf hjá Sjálfstæðisflokknum. Mér finnst þetta afskaplega vitlaust lesið hjá forystu sjálfstæðismanna að hoppa út í þennan drullpott sem að miðflokkurinn er í og byrja að stappa þar frekar en að leita inn á miðjuna. Þegar Sjálfstæðisflokkurinn var 30-50-40% flokkur, það var ekki allt eitthvað hægri öfgafylgi. Það var eflaust þar líka,
en sko þorrin af fylginu, hann kom frá hófsömu frjálslyndu fólki. Sjálfstæðisflokkurinn er raun og veru búin að segja þessu fólki að éta það sem úti frýs. Sem núna inn í Samfylkingu og Viðreisn, viltu meina? Já. Þannig að ég held að þurfa að verða mikla breytingar í Sjálfstæðisflokknum til þess að hann ná einhverju viðspyrnu. Hann er búin að vera í frjálsu falli í raun og veru ansi lengi. Já. Og aldrei eins og á þessu ári. Guðrún kallar ESB brennandi hús og moggin er náttúrulega svolítið að etja saman, reyna að segja okkur það að það sé ósamstaða á milli Kristrúnar og Þorgerðar Katrínar ESB-málin en það er eiginlega svona sama hvað er verið að reyna, sko, það er svona eins og þetta virki ekkert alveg. Ég held að það sé við langar aðeins til að tjá mig þennan miðflokk og þessar fylgisbreytingar sem hafa verið að verða. Ég held að við eigum eftir að sjá það á næstu mánuðum að miðflokkurinn stækkar meira heldur en er að mælast núna. Ég held að þó að það fylgi koma einhverju leyti frá sjálfstæðismönnum sem það augljóslega gerir, þar skulum við ekki vanmeta hlut heimilislítilla eða heimilislausra framsóknarmanna í því að þeir eru líka í leit að svona athvarfi og svo má heldur ekki gleyma horfa fram hjá því að þessi málflutningur Snorra Málssonar sem er hann ekki orðinn varaformaður flokksins, að þessi undarlegi 19. aldar málflutningur hans jafnrétti kynjanna og hlutverk kvenna í nútíma samfélagi og allt það, að þetta við sjáum það frá útlöndum að þetta er málstæður sem að með einhverjum hætti ratar til yngri kjósenda og þetta gerist á sama tíma og hinir diggu sjálfstæðismenn, það má heldur ekki gleyma því að þetta fylgi sem að sjálfstæðisflokkurinn er að missa, það er ekki allt að fara yfir til miðflokksins, maðurinn með ljáin á sinn hluti þessu vegna þess að hinir diggu sjálfstæðismenn, þeir eru líka frekar aldurhnignir. Þannig að ef maður vill skoða áhugaverðar mælingar hlið við hlið, þá gætum við hort á minkandi fylgi Framsóknar og Sjálfstæðisflokks annars vegar og svo samdrátt í neyslu lambakjöts hins vegar. Þetta eru sennilega sömu kraftar sem að verki vegna þess að það er fullorðna fólkið sem að hverfa af náttúrulegum ástæðum út af kjörskrá. Og þetta eru bara breytingar á hugarfari og viðhorfum sem að verða fyrir framan augun á okkur. Það er stundum erfitt að sjá þau af hverju þetta gerist og ég held nú að þó að menn svona hlusti stundum dálítið agndofa á Snorra Másson þegar hann er að viðra stjórnlausar áhyggjur sínar af lækkandi fæðingartíðni, að þá ég held að stór hluti þeirra sem hlusta eiga dálítið erfitt með að taka þetta alvarlega. En hitt ef þú vilt elta þennan málflutning, þá væri mjög áhugavert að spyrja þá Mr. Másson og hvað ætlar að gera í því? Vegna þess að við höfum í kringum okkur nokkur dæmi það að einstök sveitarfélög á Íslandi hafa til dæmis verið að bjóða fjárhagslegan ávinning af því. Það er borgað vist á hvert barn sem fæðist á tilteknu árabili og svo framvegis. Þetta er til þess fallið að skemmta fólki. Það er engin vigt í þessu, það er engin alvara í þessu, þetta er bara einhver svona froða. Og ég held að hinn raunverulega ástæða þá er eitthvað verið að benda mér á þetta, að næstlægsta fæðingartíðinni í heiminum á eftir Íslandi, eða við erum í hópi þarna með Suður-Kóreu, þar sem að ungt fólk er líka í þessu stöðum, það vill ekki lengur eiga börn. Og hvað eigum við sameiginlegt með Suður-Kóreu? Húsnæðismarkaðurinn er í upplausn. Hann er í björtu báli. Það hefur engin efni á því að flytja heimann í Suður-Kóreu og það sama á við. Þetta er að gerast hér líka. Þannig að þetta er ekki breyting af hugsunarhætti, þetta eru bara veraldlegar kringumstæður. Þannig að ef þú vilt, ef þú skilgreinir það sem eitthvað forgangsmál að hækka fæðingartíðni, sem að ég veigra minni við að tala um þetta, því mér finnst þetta svo heimskulegt, að þá leiðin þangað að bæta aðstæður fjölskyldufólks. Þetta sé alveg hárrétt hjá þér. Gefa því aðgangað húsnæði til dæmis sem það sem að getur alið upp þessi börn sem það ætlar kannski að eignast. Þetta er alveg rétt hjá þér, en hins vegar þá verði ég samt að segja að ég hef rosalega
áhyggjur af þessu hugarfari af því að við sjáum bara í heiminum í dag eins og ég man þegar ég las The Handmaid's Tale eftir Margaret Atwood á sínum tíma að þegar maður lokaði bókinni þá lagði maður hana frá sig með svona fegins andvarpi þetta mun aldrei gerast hér í vestrænu lýðræðisríkjum en hvað að gerast? Þetta nákvæmlega myndgerast. Já. Og við sjáum það til dæmis eins og í Afganistan að það hægt og í Íran á sínum tíma að það hægt að reka konurnar á bakvið slæður og inn á heimilin með einu pennastriki. Hvað að gerast í Bandaríkjunum? Kvenréttindi í Bandaríkjunum í bara sögulegu bakslagi og þetta hefur ekki verið svona bara frá því fyrir stríð víða í mörgum fylkjum. Og við erum að sjá þetta líka í Evrópu, við erum að sjá þetta í Ungverjalandi, í Slóvakíu, Pólandi af vissu marki. Akkurat og mér finnst sko full ástæða til þess að hafa áhyggjur af svona málflutningi þó að ég taki undir með Páli að þú veist auðvitað langar mann mest til þess að hlæja þessu og það er auðvitað alveg rétt hjá honum að minnkandi fæðingatíðinni er í beinu sambandi við það hvernig lífskjör barnafjölskyldum boðið en við verðum líka að hugsa bara hvernig viljum við sem samfélag líta út. Við erum búin að klappa okkur á bakið og reykja okkur af því hvað við séum jafnrétti sinnuð en hvenær kemur það til með að breytast hér og hvað er langt í það að við fáum einhvern hljómgrunn út í samfélaginu við einmitt svona málflutningi. Ég sé bara mjög skrítin málflutningur ef þú ferð að hugsa þetta mál til enda af hverju ættum við að gera upp á milli þjóðfélagshópa hvernig ætlum við að fara því að ákvarða sko að það sé eitthvað verra að það sé lág fæðingartíðni hjá þessum hópi heldur en þessum. Ef okkur vantar fólk sem ég held að sé reyndar engin ágreiningur að Íslendinga vantar fólk við erum ekki nógu mörg þá held ég að ættum að taka utan það vandamál og fagna því í staðin fyrir að fara að velta því fyrir okkur hvort að þau börn sem fæðast séu með réttan ríkisborgararétt. Þetta er svo ævintýralega heimskulega. Já, ég tek undir þetta og ég held nefnilega að sko, þetta sem þið bæði hafi sagt hérna er nefnilega stór merkileg. Sko. Við sjáum það að sko, lýðskrums og popúlista flokkar, það er mikill uppgangur þeirra og okkur finnst það vont. Mér finnst það vont. En það er ástæða fyrir því að það er mikill uppgangur þessara flokka. Það er einmitt þessar aðstæður. Við höfum sem samfélag, þá höfum við í raun og veru sofnað á verðinum og ríku landi og Íslandi að það sé þessi staða á húsnæðismarkaði að það sé óvinnandi vegur nánast nema bara fyrir þá sem fæðast með sko silfurskeið í munni að koma sér upp húsnæði þetta er áfellisdómur yfir okkur. Við verðum að breyta þessu. Ef við ætlum að sporna gegn þessum miðflokkum þessa heims, þá verðum við að bæta ástandið fyrir fólkið sem býr í þessu landi. Já, í þessu samhengi aðeins inn í þetta sem þú ert að segja núna. Ég átti hér í gær spjall við 30 unga konu sem að hefur ekki notið forgjafar frá foreldrum hvað var það efnahag og þegar hún er byrjuð á leigumarkaði þá kemst hún náttúrulega ekkert út á þessum leigumarkaði og maður líka tala við um námslánin, hvað þau hafa breyst rosalega, hvað þau eru miklu verri heldur en okkar kynslóð ólst upp við og ég er svo sammála því að þetta gat og þessar ógnir sem við blasa ungu íslensku fólki við erum ekki að tala um þetta hvað þá gera eitthvað róttækt í þessum málum ekki sko 1/10 af því sem þyrfti að vera. Nei. En afsakið þetta var bara svona mitt innskott. Fólk sér velsældina, fólk sér peningana allstaðar en peningunum er svo misskipt, það er vandamál og þetta er auðvitað sá jarðvegur sem að svona öfgaflokkar eins og miðflokkurinn, ég ætla bara að kalla hann öfgaflokk rétt eins og republikanaflokkurinn er orðin í Bandaríkjunum og fleiri flokkar í Evrópu. Þetta er jarðvegurinn sem svona flokkar spretta upp úr. Og einmitt þetta sem að Páll var að segja að leiðin
til þess að laga þetta, leiðin til þess að bæta samfélagið og gera okkur einmitt kleift að blómstra og njóta þess mannafla sem við höfum, það einmitt að taka utanum alla þessa hópa og þetta alveg rétt sem þú ert að benda á að námslánin eru orðin ömurleg og það að draga úr jafnrétti fólks til náms. Það eru langt flestir hættir að taka þau eru svo vond. Það er bara vita mál. Það er bara 1/50. Fólk veit að það er ánægður stómur að taka námslán. Og hugsið ykkur, þetta var félagslegt úrræði sem við vorum bara sammála að ætti að vera jafnaðar úrræði áratugum saman. Við vorum líka sammála það að við vildum mennta þjóðina og vildum mennta þjóðina sem mest og best og þess vegna náttúrulega komum við upp þessum úrræðum til þess akkurat að þoka því áfram og við erum í þeirri stöðu reynda núna, það vantar fólk til þess að vinna þessi verk sem áður þeir sem höfðu minni menntun sinntu og Íslandingar vilja ekki lengur vinna af því að þeir eru búnir að afla sér einhverjar framhaldsmenntunar en í staðinn fyrir að leggja þessa ofur áherslu þá á að allir fari í gegnum háskólanám, akkur bjóðum við þá ekki fjölbreyttari úrræði og það má stytta námstíma í mörgum fögum. Við höfum verið með þá stefnu að í staðinn fyrir að stytta námstíma eða halda þeim námstíma sem hefur verið að þá eru við alltaf að lengja. Hér í vikunni var einmitt frétt hjúkrunarfræðinám að þær hjúkrunarfræðingar ættu að lengja það í masterskráði. Já, í masterskráði. Þetta einmitt það sem ég að hugsa. Ég meina kynslóð mömmu og pappa þau bjuggu við það að ef að sem sagt fólk var með stúdentspróf þá hafði það mikla möguleika á vinnumarkaði. Núna skiptir það jafn miklu máli og gagnfræðaprófa áður og nú BA-prófið sem að ég tók á sínum tíma það orðið einskis nýtt því að allir þurfa að hafa MA-gráðu og hvað verður það næst og það, sko ég veit ekki, við þurfum auðvitað að fá gott fagfólk sem vel menntað en við megum heldur ekki vanmeta þá reynslu sem fæst út á vinnumarkaði og af hverju getum við ekki bara menntað fólk í alls konar fögum og gefið þeim færi á að læra kannski 2-3 ár eftir að grunnskólaprófi lýkur og koma þá út á markaðinn með gott próf í staðinn fyrir að stefna því að allir séu í allavega 7-8 ára háskólanámi. Ég held að til að veigra mér við að tala gegn aukinni menntun hjúkrunarfræðinga það örugglega bara betri hjúkur sem en ég man það á tilfinninguna þetta sé hluti af svona kjarabaráttu. Já, en sko ég held að ég fari rétt með það að ég man ekki lengur hvað mörg ár síðan að kennaranámið var lengt en ég held að það hafi ekkert dregið úr sko hlutfalli þeirra kennara sem að skila sér inn í kennslu eftir að loknu námi og ég ekki viss að það sé þetta hafi útrýmt skorti á réttindakennurum eða þú veist, ég ekki viss að reynslan af því að lengja námið hafi verið samfélaginu endilega til góðs eða ég veit ekki hvort það til mælanlegir kvarðar á það. Nei. En hins vegar ég auðvitað hlynntur ég veit ekki hvort ég að láta þess getið hér að ég tók aldrei námslán, ég tók bara bílpróf og stóð sjálfur straum að því. Tókst bílpróf? Já. Það lauk minni framhaldsnám. Það svolítið gott. Heyrðu, en ég ætla að víkja aðeins af því að við erum hér stödd 4 blaðamenn í einu herbyggi. Ég ætla aðeins að ræða fjölmiðlun. Ég held að þú hafi skrifað pistil, Ólafur, það að Sýn væri farin að elta ritstjórnarstefnu Moggans. Þetta pistil sem að birtist á eyjunni. Já.
Segðu þessa sögu örstutt. Það byrjaði með einhverjum blaðamannafundi og Mogginn sló upp á, eða ríkisstjórnarfundi fyrirgeðu og Mogginn sló upp á forsíðu að ríkisstjórnin væri liðast sundur. Já, þetta var dálítið merkilegt. Það kom svona einhver skoðanapistill á forsíðu Morgunblaðsins síðasta föstudag. Já, ekki frétt sem sagt, bara skoðanapistill. Nei, þetta var í einhverjum búningi fréttar en það var ekki, þetta var greinilega bara blaðamaður að skrifa sína skoðun og því var fylgt eftir á síðu 2 það sem var svona þetta einkennist af dálitli óskhyggju. Morgunblaðið náttúrulega í harðri stjórnarandstöðu og það var verið að tína til svona þau mál sem gætu verið ágreiningur innan ríkisstjórnarinnar og fullyrt að það sé ágreiningur þau. Svo seinna þennan sama dag þá vitnað í þennan skoðanapistil og það vitnað í á síðdegisþætti Bylgjunnar og þá þetta kallað fréttaskýring. Stórmerk fréttaskýring eins og það var orðað. Okay. Og svo var fengin álitsgjafi til þess að tjá sig þetta, hvort að ríkisstjórnin, það veri allt í hund og kött í ríkisstjórninni og þá var fengin aðstoðarmaður formanns Miðflokksins sem svona þessi álitsgjafi í það og mér fannst þetta var alveg dásamlegt samspil þessara tveggja miðla sem nú báðir að því virðist algjörlega komnir undir hælinn á sægrefum þessa lands. Já, þér finnst sín vera stefna hann. Já, sægrefarnir nú komnir með sinn fulltrúa í stjórn sínar. Já. Heiðrún Lind Martinsdóttir er komin í stjórn sínar og hún þar í skjóli eigenda. Já. Og það ekki sömu eigendur og á Morgunblaðinu, en það mætti það ekki vera en það eru fleiri en 2-3 stórútgerðarmenn á Íslandi. Já, þarna nefnilega finnst mér finnst að við ætlum að ræða þetta sko. Þarna ástæða til að hafa áhyggjur, raunverulegar áhyggjur af framtíð fjölmiðlunar á Íslandi því á sama tíma náttúrulega sótt að Ríkisútvarpinu sumpart réttilega að mínum mati en sumpart með mjög ömurlegum og ósanngjörnum hætti en við af því að við munum þá tíð þegar við vorum með margar ritstjórnir og öfluga fjölmiðlun sem náði bara vítt og breytt að við það eru ansi breyttir tímar og einhvern veginn mér líst illa á þetta. Ég held að ég veit ekki hvort verri kostur að fréttastofu sínar verði lokað eins og mér sýnist sumpart vera svona rökréttasti leikurinn í stöðinni af því að það greinilegt að þetta áskriftarsjónvarp í því formi sem það að það svona ganga sér til húðar þannig að ef ég ætti að spá framtíðina sem hvað erfiðast að spá af öllum hlutum að þá myndi ég gera ráð fyrir því að fréttastofu stöð 2 yrði lokað og starfsemi fjölmiðilsins lögð niður í þeirri mynd sem við sjáum í dag og þetta yrði að svona efnisveitu í líkingu við sjónvarp Símans eitthvað þess áttar sem getur eftir sem áður látið framleiða fyrir sig innlent efni. Það góð spurning hvort vil maður bara hinn kosturinn að fréttastofa sínar verði að fjölmiðli eins og Morgunblaðið í dag sem að í rauninni hvað þetta kallað sokkbrúður já sem að segja bara það sem eigandi vill, skilurðu. Og það ekki betri kostur. Það ekkert eftirsóknarvert við að 2 stærstu fjölmiðlarnir á markaðnum séu í rauninni málpípur sérhagsmunahópa. Það afleitt fyrir samfélagið. Það mjög afleitt. Það út af fyrir sig. Þetta sem Ólafur var að nefna fréttir Morgunblaðsins og það birta stundum sem mjög kúnstugt. Það auðvitað sá draumur einstakra starfsmanna á Morgunblaðinu og ég og Stefán Einar síðan úr þar fremstir í flokki að vera virkir í stjórnarandstöðu að þeir geti með einhverjum hætti klofið ríkisstjórnina og línan sem hefur verið lögð niður frá því að kosningum lauk svo að í þessu stjórnarsamstarfi flokkur fólksins veikasti hlekkurinn og það þar sem að það hægt að koma fæti fyrir hann. Ef við reynum að horfa á það eins og það í veruleikanum, þá flokkur fólksins sá stjórnarflokkur sem hefur tapað mestu fylgi frá kosningum og ef það farið í kosningar á grundvelli nýjustu skoðanakannana þá myndi það sennilega ekki komast inn á þing eða kannski með 1 eða 2 menn
meðan að hinir stjórnarflokkarnir hafa aukið fylgi sitt frá kosningum. Reyndar held ég að skoðanakannanir hafa alltaf verið misvísandi varðandi Flokk fólksins vegna þess að hann fær miklu meira upp úr kjörkössum en skoðanakannanum. Að það er rétt mat stjórnarandstöðunar að Flokkur fólksins sé veikilekkurinn í þessu stjórnarsamstarfi. En þessi staða sem slakara fylgi þeirra en aukið fylgi annar stjórnarflokka, það gerir það að verkum að það er alveg sama hvað verður sagt og á hverjum verður barið, allt þetta kjörtímabil, Flokkur fólksins mun aldrei rjúfa þetta samstarf. Ég er sammála þér. Vegna þess að helstu forystumenn flokksins, þeir ætla að sitja í þessari ríkisstjórn, þá kjörtímabilinu lýkur, vegna þess að þá ætla þeir að hætta í stjórnmálum. Og þeir hafa engan áhuga á því að stíga út eitthvað fyrr heldur en skipuritið segir til og þess vegna hefur, hvort sem okkur líkar það betur það verð, þá hafa Kristrún og Þorgerður, þær hafa algjört haustak á þessum samstarfsflokki vegna það myndi ekki skaða þeirra flokka neitt að boða til kosninga þess vegna núna á aðventunni að það sem kemur upp úr þeim kjörkössum væri 2 flokka ríkisstjórn þeirra. Ég held að sé rétt að það er talsverðar líkur á því að það yrði niðurstaðan úr kosningum núna yrði meiri hluti Samfylkingar og Viðreisnar. Þess vegna þýðir þessi baráttu aðferð ekkert. Og ég er alveg sammála að sko það er ekki inn í myndinni að Flokkur fólksins sé að fara að hlaupa út undan sér í þessu ríkisstjórnarsamstarfi. Það bara er ekki inn í myndinni. Ég ætla nú að bæta því við að ég held að sé heldur engin ástæða til þess vegna þess að Flokkur fólksins hann fékk eitt og annað inn í þennan stjórnarsáttmála og við erum búið með tæpt ár af 4 á þessu kjörtímabili. Flokkur fólksins ætlar að ná þessum málum í gegn og ég er alveg klár á því að Flokkur fólksins metur það svo að þegar þeir geta sýnt fram á þeir séu búnir að skila sínu til dæmis fyrir strandveiðimenn og þar fram til göttunum að þá muni flokkurinn standa nokkuð sterkur í næstu kosningum. Já, bara en svona til þess að víkja aftur að fjölmiðlum, þá held ég að sé full ástæða til þess að hafa áhyggjur af íslenskri fjölmiðlum. Við þurfum að finna einhverja leið til þess að viðhalda henni, af því að neysla á erlendu efni er orðin svo mikil eins og það sem hefur komið fram í fréttu núna undanfarið, að Íslendingar eru farnir að sækja sér efni mjög mikið til streymisveitna á netinu og það meiri sé ólöglegra streymisveitna sem eru í ýmis konar vafasamri hliðarstarfsemi sem að manni finnst kannski ekkert óskaplega fallegt eða gott að vera að styrkja. Og eins bara að ungt fólk í dag það leita rosalega mikið að sínum fréttum inn á erlendum miðlum og ég veit mjög margt ungt fólk sem aldrei nokkuð tíman fer inn á íslenska vefmiðla, það fær allt sitt frá erlendum miðlum, mörgum mjög góðum en samt sem áður að þá hlýtur það auðvitað að verða til þess að þetta fólk hefur kannski ekki beinlínis sömu innsýn inn í íslensk málefni og við myndum óska eftir vegna þess að til þess einmitt að geta tekið afstöðu í stjórnmálum og til þess að geta kosið annarkvort flokk fólksins eða miðflokkin eða hvað það er þá þarftu að vera með á hreinu hvað er að gerast hér en það er fullt af ungu fólki í dag sem að hefur bara engan áhuga á því. Ef því langar í fréttir þá fer það inn á Guardian eða New York Times eða hvað það er sem að það velur sér. Já. Eigum við aðeins að fara yfir í allt aðra sálma sem er moskítóflugan. Nú er hún fundin á Suðurlandi og í hesthúsi og hún er annarar tegundar heldur en í Kjósinni. Hvernig líst ykkur á þetta? Mér Já, ég er engin sérstakur aðdáandi moskítóflugna og ég hef stundum haft að nánari kynni heldur en ég kæri mig en ég veit líka að það er í okkar heimshluta þá bera þær ekki sjúkdóma og það er því miður eins með þær eins og lúsmíð að það verður bara að leyfa þeim að bíta sig. Það er bara þannig. Það er þetta óþægindi sem við höfum af því þegar moskítófluga bítur okkur er að stórum hluta ofnæmisviðbrögð og þegar að 1000 moskítóflugur hafa bitið þig þá er líkaminn búin að aðlagast þessu og það hættir að fá svona reaksjón. Þetta getur verið erfiður aðlögunartími en ég meina það er ekkert í lífinu sem fæst fyrirhafnalaust þannig að
Ég hef engar sérstakar áhyggjur af þessu. Stengirður, manstu hysteríuna þegar lúsmíði kom? Já, ég man sko vel eftir því og það voru alls konar flugnafælur sem spruttu upp og seldu stýrum dómum og þær voru sumar svo óskaplega hugvitsamlegar að maður gat ekki annað en hlegið að þeim og ábyggilega verður eitthvað slíkt varðandi moskítófluguna líka en þetta er vágestur, það er ekki hægt að segja annað. Við erum brjálaðaslega upptekin að þessu bara alltaf ef einhver skrifar þessar moskítóflugur þá bara mest lesið. Já. Leitur og þrýr. Ég held að þetta verður ekki stórt vandamál hérna. Ég hef búið í nokkrum löndum erlendis það sem eru moskítóflugur og maður varð aldrei neitt sérstaklega varðið þetta. Jú, þetta var hvimleitt, maður gat fengið bit og svona en eins og Páll segir þetta er ekki að sko smita okkur að malaríu og slíku hér í þessum heimsbluta. En erum við ekki að kveðja einhverja svona ímynd eða heimsmynd? Sko, Já, það hefur lengi verið vísindamönnum ráðgáta af hverju það þrífast ekki hérna. Jú, akkurat. Og menn hafa komið fram í alls konar hugmyndir það að vatnið á Eldfjallaeyjunni sé ekki af réttu sýrustigi fyrir þær umhleypingar á íslenskum vetrum komið í veg fyrir að eggin klekist en nú skilst mér að þetta sé sérstökt útihúsa afbrigði af moskító sem er komið hingað þannig að þær þurfi ekki vatn til þess að klekja út eggjum sínu þannig að þá held ég að þetta stríð sér tapa. Já. En það er eins og alltaf kannski svolítið gaman og auðvitað líka svolítið kvíðvænlegt þegar það kemur eitthvað svona nýtt fyrirbæri inn í vistkerfið og ég meina glókollurinn kom hérna fyrir nokkrum árum og nam land og við fögnum honum alveg innilega enda bráðskemmtilegur fugl og nú er til dæmis gráhegrum að fjölga rosalega mikið fólk að sjá þá út allt. Ertu mikil fuglakona? Já, ég reynda bara svolítið náttúran. Já. Og þú veist og við erum að fagna því alveg óskaplega til dæmis fyrir nokkrum árum líka þá nam hér land lensutunglurt sem ekki hafði verið hérna áður og hefur vestræna útbreiðslu sem er mjög gaman og þetta er svona eins og ég segi það eru svona ýmsir svona gestir sem við fögnum innilega og eins hérna maríuhænur þær voru ekki hér á landi þegar ég var að alast upp en mér skilst að þessi komnar hérna núna þannig að ég held bara með þessum auknu vöruflutningum milli landa og þessum aukna heimsóknum gesta hingað og eins ferðalögum Íslendinga, þá verðum við bara einfaldlega að sætta okkur við þetta. Alveg eins og bedbugs, þær eru komnar hingað. Þær eru komnar til að vera. Já, og kakkalakkin, hann er að breiðast út allt, byrjaði á Ásbrú og er að nema land hingað og þangað. Ég vil halda því til haga að að þegar að dóttir mín var að vinna á Jarlinum í Kringlunni í kringum 1995 þá voru kakalakkar þar. Já, var það. Já. Og hún bað mig lengstur á það því henni þykir vænt föður sína að við erum borða ekki á Jarlinum. en svo getum við líka snúið þessu upp í sko ávinning. Glasið er alltaf hálftómt eða hálffullt. Ég var fyrir 2 árum þá var ég langdvölum í Finnlandi á Vatnsbökkum eins og það er eiginlega ekki hægt að vera í Finnlandi öðruvísi en að vera á Vatnsbakka. Þetta er ekkert nema vatn. Og moskítóflugur bitu mig af mikilli innlifun og ég var eitthvað að væla undan þessu við heimamenn. Þeir sögðu bara með nokkru stolti. Það er minnst rétt að þú vitir það að það eru 50 tegundir af flugum hérna sem bíta þig önnur en moskító. Sem sagt, hættu þessu væli. Já, við höfum svo sem haft bitmý og ég þekkir það nú ábyggilega mun betur en við það volst upp á bökkum Mývatns þannig að þar er bæði bitmý og svo þetta mý sem að lætur þig í friði fyrir utan það ergjaði. Já. Það eru á milli 50 og 60 tegundir af við Mývatn og það er eiginlega nema ein sem er skein og hætt og hún verðist nú að fara í manngreinar álit, hún ræðst nú aðkomu fólki, finnst okkur frekar en okkur heimamenn. Þið eru hættir að finna fyrir því. En mér á kent þetta orði yfir mývarg, eða mýbid, að þegar það væri mjög mikið af skýjum í Mjóasveit, þá segðu þeir að væri pæluvargur. Pæluvargur, já. En sko það er ekki mývargurinn sem býr til þessi ský, það er rykmýð. En þegar það þarf að vera dimmt. Segja þér. Vargi. Ég segi stundum dálítið brútal sögu af
af því sko hvernig maður og náttúra og brauðsneið rann saman að sögur herma að hérna í gamla daga þegar menn voru í heyskap á sumrin og hafi kannski verið rýrt í búi þá hafi þeir dugað þeirra kannski til rúbrauð og þeirra var smurt þverhenda þykta smjöri og svo bara í heyskapnum brauðið látið standa einhvers staðar og kom kannski ofan á svona þykkt lag af mýflugu ofan á og svo bara átum menn þetta enda náttúrulega frábært prótín í mýflugunni og letu sig hafa það og hérna nutu gjafa náttúrunnar í stað þess að líta á þetta sem einhverja plágu faðma náttúruna, ekki líta á hana Ég ekki víða í Austurlöndum steiktar pöttur á boðstólum, engin sprettur og fleira Þið áttu að sjá þessu undan öðrum að og jarlinn með kakkalakkana Þeir eru svo ekki áfæðið á jarlinu En hérna já einmitt umræðan komin á háskalega stig þessu fer að ljúka hjá okkur því miður það búið að vera virkilega gaman að hafa ykkur en verðum við ekki aðeins að hérna enda þennan þátt á smá umræðu lausn dómsmálaráðherra á vandamálinu við ríkislögreglustjóra sko sjálfur hef ég haldið því fram að þetta hafi svona verið næstum því frábær lausn en mér finnst þetta svolítið svona mikil gjöf til hennar mér finnst staðinnar vera orðin veik mér finnst ekkert sniðugt fyrir mig sem skattborgar að sjá eftir þessum 100 milljóna mér finnst þetta bara vera hálfgerður starfslokasamningur að færa hana til sem sérfræðingi ráðuneytinu á fullum launum svo mín skoðun þannig að henni sé haldið til haga en aðrir eru bara voðalega ánægðir ef við förum aðeins hringinn Það er hægt að líta á þetta sem afgreiðslu þennan hagsýnu húsmóður að það sé betra að hafa hann í vinnu inn í ráðuneytinu heldur en að heima á aðgerðalausa á launum því að ríkið hefði sennilega ekki komist undan því að borga henni laun hins vegar finnst manni auðvitað að svona fræntikli og vinargreiða spilling ætti kannski að hafa einhverjar alvarlegri afleiðingar heldur en þetta Ég get alveg tekið undir það en ég segi bara eins og að mér hefði fundist það sárara að við hefum neyðst til þessa borginni vegna þess að lögin í landinu einfaldlega svona fyrir að gera ekki neitt og Sigríður Björk hæf kona þannig að það alveg hægt að nýta hennar starfskraft og mér finnst það bara sjálfsagt og ég eiginlega bara dáist svolítið að Þorbjörgu fyrir að gera það en svo megum við líka ekki gleyma, ég alveg sammála að fólk á að þurfa að hafa svona hegðun á að þurfa að hafa einhverjar afleiðingar en spurningin alltaf hvað viljum við ganga langt í refsigleðinni erum við eitthvað betur sett með það ef að henni væri vísað út í ystru myrkur eða ef við kæmum upp einhverjum fangabúðum á borð við Síberíu þar sem við sendum einhverja spillta embættismenn og stjórnmálamenn ég veit það ekki en eins og ég segi á meðan við erum með þessi lög að við verðum að borga manneskjunni þá ég mjög sátt við það að við nýtum þá hennar starfskrafta á móti þeim launum sem við þurfum að greiða henni. Mitt sjónarhorn á þetta sem þú nefnir að hér sé sko hreint engin refsigleði heldur gríðarleg lotning gagnvart embættismannakerfinu og það sé mestuleyti ósnertanlegt og þess vegna finnst okkur þetta svona stór frétt að einhver hafi verið svældur til þess að neyðast til þess að segja af sér því að þannig hefur það bara yfirleitt ekki verið það er svona svolítið mitt sjónarhorn svo ég hendi því á ég get borðið. alveg sko ég sammála því alveg upp að vissu marki og það alveg rétt hjá þér að hinga til hefur ekki verið mikið það að fólk hafi þurft að segja af sér en mér finnst eiginlega þarna vera svolítið stóra málið að það eru þetta alltaf jafn mikil vonbrigði þegar svona mál koma upp og maður verður alltaf jafn svektur og reiður yfir því að fólki skuli ekki vera treystandi til þess að vinna vinnuna sína og gera það af heilindi og góðri dómgreind. En þarna komin upp þessi staða og eins og ég segi refsing og ekki refsing, hún hefði ábyggilega mátt þurfa að taka betri ábyrgð á því sem hún gerði en allavega þá erum við ekki að kasta peningunum til einskis. Sko persónulega hefði ég vilja senda þessum fráfarandi ríkislögreglustjóra reikning fyrir þessum 160 milljónum sem hún lét borga þessari vinkonu sinni. En
Ég held að það er ekki fordæmi fyrir slíku, ég veit ekki hvaða lagalega leið væri að því. Ég reikna með að lögfræðingar í dómsmálaráðuneytinu hafi metið það svo að það þurfi að borga henni út skipunartímann, hvernig sem allt er. Það sem mér finnst, og ég held að Þorbjörg Sigríður hafi leyst þetta vel og það er upplagt að nota starfskrafta á sviði sem er hennar svona ákveðið sérsvið, Sigríðar Bjarkar, og láta hana þá vinna fyrir laununum út tíman. En mér finnst aldrei alvarlegt að þetta skuli hafa gengið þetta í mörg ár, svona útgjalda fyllir í, og það kom engin flögg, það er engin sem flaggar neitt. Ríkisendurskoðun á að fara yfir þessa reikninga. Það er ekki fyrr en Þorbjörg Sigríður kallar eftir sérstakri úttekt á fjármálum ríkislögreglustjóra að þetta mál kemur í ljós. Ég held að það þá að fara fram úttekt á fjármálum helstu stofnana, þá bara vera á hverju ári. Þá bara fara yfir reikningan á hverju ári. Já. En hafið tekið eftir því að ég heldur getur verið sammála það að kjörnir fulltrúar á Íslandi, það tíðkast eiginlega ekki að þeir segja af sér, þó þeir verði uppvísir að einhvers konar, misjöfnu atferli. Ástalóa gerði það kannski, en hún bætist þá í hóp, hvað eru 3 eða 4 þar fyrir. Sennilega var miklu fastar að henni sótt af því að hún var aðkomumanneski eða flokki fólksins. En þegar að embættismenn segja af sér, eins og ríkislögreglustjóri gerði núna, þá held ég fari rétt með það að það er alltaf út af svona málum. Það er alltaf út af einhverjum... það er alltaf verið að fara gáleysislega með fjármunni. Fyrirrennari Sigríðar er einn, 54 milljónir. Innheimtustofnun sveitarfélaga er annað, að það virðist vera útbreiddur siður hjá þeim sem að stjórna ríkisstofnunum að þeir megi fara með fjármunni stofnunarinn nokkurn veginn eins og þeir vilja og þeim hendar. Og það er í rauninni dálítið skuggaleg tilhugsun hvað tilvikin eru fá sem að hafa komist upp. Já, ég tek undir það. Að það er væntanlegt að draga þessu þá ályktun að þetta framferði eða athæfi þessu tagi sé miklu útbreiddara heldur en við vitum. Það er miklu fleiri sem komast upp með þetta. Já, ég held að það sé mikið sökk og ég held að það sé mjög mikið umhugsunarefni að það eru orðnar 2 þjóðir í þessu landi, önnur vinnur hjá opinbera geiranum, nýtur alveg gríðarlegra hlunnindar og verndar og margt af þessu er ósýnilegt. Og er á hærri launum en hinnir sem að miklu hærri launum, áður voru þau á aðeins lægri launum og nutu meiri verndar, nú eru miklu hærri launum. Ég held ég hef einhvern tímann sagt það að þegar ég vann hjá Umhverfisstofnun, mér minnir að það verið 24 liðir á launasælunum mínum einhvern tímann, því það er svo mikið alls konar svona ósýnilegar sporslur líka sem að leggst ofan á þetta. En þá hef ég sagt það, kannski hernaða leyndarmál. En ef ekki bara henda þáttinn þar, verður hringt í mig á morgun og skammaður. Þannig ekki fyrsta skipti sem er blaðaninu skammaður. Varst ekki látinn skrifa undir non-disclosure samning? Ég bara mann það ekki. Það er búið að vera mjög gaman að hafa ykkur öll hér við borðið. Ég vil endilega fá ykkur aftur og aftur. Þið eru skemmtilegur hópur. Páll Ásgeir, Steingerður, Ólafur Arnarsson, kærar þakkir. Takk sömuleiðis. Og áfram heldur Rauða borðið, ekki fara langt, kæru hlustendur og áhorfendur, nýr kafli hér eftir andartak. Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð Samstöðina. Samstöðin er óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin er ómissandi. Alþýðufélagið er frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið eru krónur 2.750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is